Nei, var eitthvað dagskrá? Nei, bara í þægilegur og... Ég sá eitthvað dagskrá. Heyrðu, það breytir mig engu. Nei. Við erum hér. Já. Já. Góðan daginn. Já, við fyrir bara að byrja. Nefna eitthvað eftir þannig að... Já. Já. Komið þið sæl og blessuð öll sem öll og velkomin í hús. Ég heiti Gunnþóra Ólafsdóttir, stýri rannsóknarsviði Ferðamálastofu og mun stjórna þessu viðburði í dag fyrir hönd Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklassans. Þetta mun vera 5. kynningin okkar en við tókum upp á þeirri nýbreytni í vetur þegar Ferðamálastofa tók við þessum málaflokki að kynna fyrstu niðurstöður úr þeim rannsóknarverkefnum sem eru á okkar vegum. Þannig að við séum að koma þó allavega þó að það sé ekki nema bráðabirgðaniðurstöður sem fyrst til greinarinnar og síðan skýrsla birt síðar með þá staðfestu niðurstöðum. Þetta líka með þessum kynningum erum við að gefa rannsakendum og þeim sem starfa við greinina tækifæri á að hittast og bara spjalla og ræða málin. En það svoleiðis tækifæri gefst ekkert oft. Ferðaþjónustan er margþætt atvinnugrein og því hefur Ferðamálastofa lagt áherslu á að gagnasöfnun og rannsóknir á ferðamálum nýtist þvert á stofnanir, ef þess er nokkur kostur. Þannig förum við vel með almannafé og eins líka og án þess náttúrulega að það gangi á gæði rannsóknina. Og í þessu sambandi höfum við hafið samstarf bæði við Umhverfisstofnun, Hagstofu Íslands, Isavia og í þessu verkefni sem við kynnum hér í dag fórum við í samstarf við Vinnueftirlit ríkisins. Og við fórum í rannsókn á starfsumhverfi og starfsánægju í ferðaþjónustu. Við hjá Ferðamálastofu svörum með þessu verkefni kalli vegvísis í ferðaþjónustu að vakta starfsánægju í ferðaþjónustu sem einn af lykilmælikvörðum árangur og stöðu íslenskrar ferðaþjónustu. Hlutverk Vinnueftirlitsins hins vegar að fylgja því eftir að starfsumhverfi sé öruggt, heilsusamlegt og í samræmi við vinnuverndarlög. Við fundum leið til að samræma hagsmuni okkar í verkefninu með því að skoða samspil vinnuumhverfis og starfsánægju. Rannsóknarsvið Ferðamálastofu kom að hönnuverkefnisins en það var fyrst og fremst Jóhann Friðrik Friðriksson, fagstjóri sálfélagslegra þátta hjá Vinnueftirlitinu, sem framkvæmdi rannsóknina með aðkomu Ólafs Þórs Gylfasonar og Birkis Gretarssonar hjá MMR sem sáu gagnasöfnun og frumúrvinnslu. Auk þess vil ég nefna Steinþóru Jónsdóttur, fyrrverandi starfsmann Vinnueftirlitsins sem kom einnig að verkefninu. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim öllum fyrir frábært samstarf í þessu verkefni. Jóhann hingað kominn til að kynna fyrstu niðurstöður. Hann lauk BA-prófi í heilbrigðisvísindum og meistaraprófi í lýðheilsuvísindum frá Arnold School of Public Health við University of South Carolina í Bandaríkjunum. Eftir námið starfaði hann sem stjórnandi klínískra og akademískra rannsókna og sem vísindamaður í taugalæknadeild og lýðheilsudeild sama skóla. Þá okkur ekkert að vanbúnu en að bara drífa okkur í kynninguna. Jóhann fær cirka 35 mínútur fyrir sína kynningu, síðan tökum við spurningar úr sal á eftir. Viðburðinum er streymt beint á netinu í gegnum Facebook-síðu Ferðamálastofu. Þar líka hægt að spyrja okkur þar í gegn, en ekki hika við það. En ég býð Jóhann velkominn, gjörðu svo vel.
Kæra þakkir. Komið blessa og sæl. Jóhann Friðrik heiti ég eins og Gunnþóra búin að kynna. Ég ætla að fara svona létt yfir fyrstu niðurstöður úr þessari könnun sem við gerðum í samstarfi við Ferðamálastofu. Ég ætla að vona að sé einhver tímavörður vegna þess að ég áði til að fara svolítið tala eins og mikið. Gunnþóra nú búin að fara yfir eitthvað af þessu en þetta hefur verið skemmtilegt samstarf. Vinnueftirlitið hefur ekki verið að skoða starfsánægju sérstaklega, þannig að við þurftum svona að leita okkur að sannreyndum mælikvörðum og það gekk mjög vel. Við áttum líka mjög gott samstarf eins og hún nefndi við MMR varðandi gagnasöfnun. En auðvitað markmiðið með könnuninni er að afla gagna sem geta nýst vinnueftirlitinu og greininni sem slíkri. Við erum auðvitað fyrst og fremst að velta fyrir okkur að afla gagna sem geta nýst okkur í einhvers konar forvarnavinnu á sviði vinnuverndar. En allt samstarf er til góða og við fögnum því sérstaklega. Aðeins varðandi vinnueftirlitið hefur rannsóknarskyldu þegar kemur að vinnuumhverfinu og aðbúnaði vinnandi fólks á Íslandi og það er auðvitað grundvöllur framþróunar í greininu okkar mati að vinnuumhverfið sé gott og í samræmi við lög og reglur og þess vegna því meira sem við vitum vinnuumhverfið í ferðaþjónustu, því betra fyrir greinina og því betra fyrir vinnueftirlitið og því betra fyrir samfélagið. Eins og ég segi þá fórum við af stað ansi björt og við fengum á endanum 868 svör sem voru 73,4% af þeim sem skráðu sig til þátttöku í könnuninni. Við hefðum viljað fá fleiri, það verður bara að segjast, en við erum að vonast til þess að svona rannsókn verði gerð á 1 til 2 ára fresti, þannig að við getum svona bætt við smátt og smátt okkar þekkingargrunn á þessu sviði. Bakgrunnurinn aftur á móti er svona nokkuð vel dreifður, karlar, konur, samskipti, starfsaldur, stjórnendur, starfsgreinar, ráðningaform, það er svona ýmislegt við settum þarna inn í bakgrunnin og teljum okkur vera komið með alveg ágætis dreifingu. Við skoðum til dæmis bara fjölda hversu margir starfsmenn vinna á hverjum stað, ágætis dreifing þar og líka held ég að við nálgumst hlutfallið í erlendir og íslenskir starfsmenn í ferðaþjónustu. Við tókum þarna mið líka starfshlutfalli þeirra sem tóku þátt og staðsetningu starfsstöðar brotin niður höfuðborgarsvæði, nágranna sveitarfélög og landsbyggð. Eins og ég segi þá er þetta svona niðurstöður, fyrstu niðurstöður, við eigum eftir að skoða þetta sjálfsögðu betur og gefa út skýrslu. En eins og þetta blasir við okkur þá virðist staðan vera svo að 63% þeirra sem tóku þátt voru frekar eða mjög ánægðir í starfi, sem ég held að sé nú bara nokkuð gott og miðað við þennan erlenda skala sem við heimfærðum yfir til þess að nýta þessar rannsókn, þá kemur það bara nokkuð vel út. Við brutum síðan niður í þætti eftir starfsánægju og skoðum við líka svona fylgni á milli ákveðinna þátta og svona það sem kannski stóð upp úr við þessa fyrstu skoðun. Það var til að mynda marktækur munur á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Þeir sem búa og starfa á höfuðborgarsvæðinu virðast marktækt óánægðari í starfi en þeir sem búa og starfa á landsbyggðinni. En þessi munur finnst ekki þegar borið er saman höfuðborgarsvæði versus landsbyggð. Við skoðum líka störfin, það er marktækur munur á milli starfsánægju eftir þessum störfum sem við setjum saman. Þeir sem starfa við rekstur og stjórnun eru ánægðari en þeir sem starfa við sölu og markaðsmál og þeir sem starfa við gistiþjónustu. Má skjóta spurning? Já, gerðu svo vel. Rekstur og stjórnun, hvað er það innan þá veitingaþjónustu eða hvernig? Ég er nú með skilgreiningu einhvers staðar hérna hjá mér. Ég get bara, þetta er þeir sem starfa við í rekstur og stjórnun sem þeirra starf. Já, innan þessar ólíku atvinnugreinar. Já.
þeir sem skilgreinir sig sem slíkir. Við skoðum ánægju fólks með laun, en helmingur þeirra sem svöruðu virtust vera nokkuð ánægð með launakjör sín og við sjáum til dæmis á þessum ánægjuskala að laun þau virtust vigta minna heldur en aðrir þættir sem ég eftir að fara í gegnum varðandi heildar starfsánægjuna. En það var samt sem áður marktækur munur á þeim sem voru stjórnendur og þeir sem hafa stjórnarlegt hlutverk, þar að segja varðandi ánægju með laun. Það kannski, eins og ef maður slettir hans á ensku, goes without saying. Nú er líklegt að þessir aðilar séu með betri laun og jafnvel með betra starfsumhverfi, þó svo við nú eftir að rýna gögnin betur varðandi það. Aftur þá kemur í ljós að þeir sem starfa og búa á landsbyggðinni eru ánægðari með launin en þeir sem starfa og búa á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir sem vinna í fámennum fyrirtækjum virðast vera marktækt ánægðari með launin en þeir sem starfa í fjölmennustu fyrirtækjum. Við skoðum líka framvindu í starfi eða líkurnar á því hvernig er ánægjan með það og er möguleika það að fá stöðuhækkun eða taka á því aukna ábyrgð sem þú ert ánægð með í starfi. Og þar kemur í ljós að elsti hópurinn, hann var ánægðastur með framvindu og líkur á stöðuhækkun og ánægðari en hópurinn sem er á þessum típiska kannski barneignaaldri 26 til 35 ára. Aftur brjótum við þetta niður eftir rekstur og stjórnun, sölu og markaðsmál, veitingaþjónusta, gistiþjónusta, farþegaflutningar og afþreying og annað. Og þeir starfsmenn sem vinna við rekstur og stjórnun voru marktækt ánægðari með framvindu eða stöðuhækkun hjá sínu fyrirtæki en aðrir. Eitt af því sem við þekkjum úr vinnuumhverfinu að það er mjög mikilvægt að hafa stuðning yfirmanns og samstarfsfólks. Og starfsfólk í ferðaþjónustu var almennt ánægt með stjórnun og stuðning á sínum vinnustöðum og meðaltali var hæst af þessum þáttum sem við skoðum. 80% voru frekar eða mjög ánægðir með stjórnun og stuðning, sem ég held að sé mjög jákvætt fyrir greinina, það verður bara að segjast. Þetta er einn af þessum þáttum sem vigta mjög mikið og Vinnueftirlitið fyrir 2 árum síðan tók þátt í norrænu verkefni til að skoða hvaða áhrif eða hvaða þættir það eru í starfsumhverfinu sem hafa áhrif á það að fólk velji það að hætta á vinnumarkaði fyrr heldur en ella og þar var næsti yfirmaður sá faktor sem skiptir mestu máli. Þannig að það skiptir okkur, og við vitum það skiptir okkur gríðarlega miklu máli hvernig okkar yfirmaður tekur á hlutunum og okkar samskipti við hann. Lausráðnir starfsmenn, þegar borið saman ráðningarform og ánægja með vinnuumhverfið, kom í ljós að lausráðnir starfsmenn voru marktækt ánægðir en þeir sem voru fastráðnir. Og það kom okkur svolítið óvart. Heilt yfir, það er nokkuð að fara vitlaus átt hérna. Annað sem kom svona svolítið óvart var það að yngstu starfsmennir, þeir virtust vera síður ánægðari með sitt samstarfsfólk heldur en þeir sem tilheyrðu eldri hópum. Mér finnst það ekki endilega vera sjálfgefið, en það kom út úr þessum niðurstöðum. Síðan virðist ánægja með samstarfsfólk vera marktækt betur hjá íslensku starfsfólki heldur en erlendu starfsfólki og það er ekkert sem kemur okkur sérstaklega óvart. Við vitum það bara að það geta verið samskiptaerfiðleikar og eitthvað slíkt og þarf ekkert að vera mjög íþyngjandi til þess að þetta birtist eða komi fram í svona könnun. Það þarf ekkert endilega að vera gríðarlega mikill munur eins og við sjáum til dæmis hérna og þessi marktækur, þetta er ekkert, ég myndi nú ekki kalla þetta kannski neitt hrópandi mikill mun en marktækur samt sem áður.
Það var spurt út í ánægju með eðli starfsins og þegar kemur að eðli starfsins eru Íslendingar ánægðir en erlendir starfsmenn og landsbyggðin kemur betur út en höfuðborgarsvæðið. Aftur. Nú, svona kannski dæmi spurningu sem kemur inn í þessa púlju í þessum flokki. Mér líkar vel við að sinna þeim störfum sem ég sinni. Ég finn fyrir stolti vegna starfs míns og starf mitt veitir mér ánægju. Svo maður komið nú kannski með einhverjar spurningar svona til að segja ykkur hvað felst í þessum þemum sem við erum að fjalla um. Nú, líka varðandi ánægju með eðli starfsins, þeir starfsmenn sem að tilheyra elsta hópnum voru marktækt ánægðari með eðli starfsins samkvæmt þessari könnun. Og það er þetta eitt af því sem að maður velti fyrir sér. Er það aldurinn sem að gera það að verkum að við verum sáttur og sáttari við lífið? Eða er það bara staðreyndin að eldra starfsfólk í ferðaþjónustu er bara mjög ánægt og líður vel? Það getur verið það líka. Og mögulega með meiri starfsaldur, við þurfum að skoða það. Nú, varðandi samskipti, við tölum mikið um samskipti á Vinnueftirlitinu og ánægjulegt að skoða þessar niðurstöður hérna. Aftur sjáum við að Íslands starfsfólk er marktækt ánægðara en erlent. Það munar ekki mjög miklu en samt sem áður birtist í þessum niðurstöðum. Og landsbyggðin, hún kemur betur út en höfuðborgarsvæðið, hvað var það ánægju með samskipti. Því hvað er að gerast út á landi, en það er allavega einhver mikill hressleiki þar í gangi. Nú, aftur samanburður á milli starfa, ánægju með samskipti, þar kemur þetta í ljós að stjórnendur og rekstraraðilar eru ánægðari en til að mynda þeir sem eru í sölu- og markaðsmálum og gistiþjónustu. En þeir sem að starfa í veitingabransanum eru ánægðari með samskiptin en þeir sem að starfa í fólksflutningum. Starfsmannafjöldin, hann virðist skipta máli líka. Gögnin benda til þess að ánægja með samskipti versni því fjölmennir sem að vinnustaðurinn er. Okkur fannst þetta ekki endilega vera sjálfgefið en þetta er áhugaverðar niðurstöður. Nú, það er þetta margt sem að getur skýrt þetta. Það getur verið mögulega meiri starfsmannavelta, það getur verið minni tengsla milli fólks í vinnu á stærri vinnustað, mynda menn kannski ekki eins þétt samskiptanet eða ekki eins djúp samskipti sem eiga sér stað. Það getur verið margt sem þarna kemur inn í. En þetta kannski sýnir okkur það að við þurfum að fókusa sérstaklega vel á að tryggja það að samskiptin sé í lagi á stærri vinnustöðum. Auðvitað þurfum að gera það á öllum vinnustöðum en ekki síst þessum stóru. Nú, varðandi vinnuumhverfi þá settum við inn nokkra svona sérhæfðari spurningar varðandi kröfur ákvarðanatöku, til dæmis hversu flóknar ákvarðanir þarftu að glíma því í vinnunni sem getur haft áhrif á það að fólk stressist upp og við ákveðum að taka nokkrar velvaldar spurningar úr QPS Nordic spurningalistanum sem að sérhæfður til þess að kanna vinnuumhverfi. Nú, kröfur ákvarðanir. Þeir sem eru bæði í beinum og óbeinum samskiptum við viðskiptavini skora marktækt hærra en þeir sem eru bara í beinum samskiptum eða hafa engin samskipti við viðskiptavini. Og þarna veldur maður fyrir sér hvort að það vikti að menn séu að multitaska mikið. Það getur haft áhrif á það. Nú, stuðningur frá yfirmanni eins og ég minntist á áðan, við ákveðum að setja inn til samanburðar aðra spurningu sem er aðeins öðru sig orðuð en við sýnir svona heilt á litið við eftir að rýna það betur að stuðningur frá yfirmanni hann sé marktækt meiri hjá þeim sem eru lausráðnir, svo kemur fram í ánægjukönnuninni. Það kemur líka fram að miðlungsstóri vinnustæðir eru marktækt ánægðari með þennan þátt en þeir sem að vinna til að mynda á vinnustöðum sem að telur 20 til 49 manns.
Réttlát stjórnun skiptir okkur mjög miklu máli og við spurðum sérstaklega út í réttláta stjórnun. Útdeilir næsti yfirmaður þinn verkefnum á hlutlægan og réttlátan hátt, gæti næsti yfirmaður þinn réttlætis og jafnræðis í framkomu sinni við starfsmenn og svo framvegis. Og þeir sem eru lausráðnir aftur upplifa réttlátari stjórnun heldur en þeir sem eru fastráðnir. Það er svona eitt af því sem kemur mér verulega óvart. Ég hef alveg búist við því að væri jafnvel akkurat á hinn veginn. Stjórnun og starfshlutfall, þeir sem voru í 50% starfshlutfalli eða minna upplifðu frekari réttláta stjórnun eins og ég minntist á. Síðan ákváðum við að skoða sérstaklega kannski í ljósi tíðarandans einelti og áreitni á vinnustað. Og 7% af þeim sem tóku þátt í könnuninni höfðu upplifað einelti eða áreitni á vinnustað. Fyrir greinina þá er þetta alveg innan þeirra vikmarka sem eru bara að gerast í samfélaginu almennt. Það er ekkert sem bendir til þess að á heildina litið sé meira það í ferðaþjónustu heldur en annars staðar. En það sem aftur á móti er áhugavert er það þetta virtist vera marktætt meira hjá þeim sem að starfa við fólksflutninga en hjá þeim sem að starfa í gistibransanum eða á ferðaskrifstofum og það kom svolítið óvart. Einnig það var marktækt minna einelti og áreiti í hópi þeirra sem voru elstir heldur en þeim sem voru yngstir og það reyndar alveg í flútti við það sem við sjáum í öðrum könnunum bæði hérna innanlands og erlendis. Það virtist ekki vera neinn munur á milli kynja. Já. Það virtist eins og ég segi hafa verið meira einelti og áreitni hjá yngra starfsfólki og það var marktækur munur á milli yngsta aldurshópsins 25 ára og yngri og elsta ekki marktækur á milli hinna en þeir svona sjáu þetta trend. Hvernig það liggur. Því eldra, því ólíklegra. Og það eru ýmsar kenningar uppi varðandi þessa þætti. Breyttur tíðarandi getur klárlega að spila þarna inn í. Einnig hafa menn velt fyrir sér og rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort að fenni yfir slík mál hjá fólki. En þarna í þessu tilviki þá erum við að tala undanfarna 6 mánuði. Þannig að þetta ætti að vera svona tiltölulega í fersku minni hjá fólki. Þannig að við getum ekki tekið það inn í hjá eldri hópnum. En eins og ég segi, það er ekkert sem bendir til þess að þetta sé í einhverjum mótsókn við annað sem er að gerast í samfélaginu. Ég held að sé vert samt sem áður við horfum á það að erlendar rannsóknir, sérstaklega varðandi fólk sem vinnur í gistuhúsabransanum, þar hefur kynferðisleg áreitni og einelti verið meira heldur en annars staðar, en við höfum ekki séð það í okkar gögnum hér. Og það er áhugavert, svo það sé nú sagt. Ég spurði líka út í misrétti. Hefur þú tekið eftir því að komið sér ólíkt fram við konur eða karla á vinnustæðnum? Hefur þú tekið eftir því að komið sér ólíkt fram við eldri eða yngri starfsmenn á vinnustæðnum? Og þeir yngri verða meira vari við þetta, samkvæmt þessari nálgun okkar. Einnig. Það var engin munur varðandi misrétti eftir þjóðernum, Íslendingar versus erlendi starfsmenn í þessari könnun, sem að mér finnst að mörgu leyti áhugavert. Það segir okkur kannski það að við séum að standa okkur betur, heldur en maður kannski myndi ætla í einhverjum tilfellum ef við miðum við löndin í kringum okkur. Þar hafa sést rannsóknir af því þar sem að misrétti virðist blasa við hjá fólki í erlendum uppruna. Nú er ekki að segja að það geti ekki verið til staðar, en minnst okkur í þessum gögnum sjáum við ekki neitt marktækan mun þarna á.
Þeir sem eru lausráðnir aftur upplifa marktakt minna misrétti. Ég veit ekki hvað að gerast með þá sem eru lausráðnir, en þeir koma betur út heilt yfir heldur en þeir sem eru fastráðnir. Og það birtist hér líka. Við vildum skoða sérstaklega hverjar líkurnar á því væri að fólk væri að leita sér að öðru starfi. Það getur verið svona indikator af því að fólk sé mjög óánægt. Og spurt varð, hversu líklegt finnst þér að þú verðir hjá öðru fyrirtæki eftir ár? Og þeir sem eru yngri eru líklegri til þess, en þeir sem eldri eru og erlendir starfsmenn líklegri til þess að finnast líklegt að þeir verði mögulega í öðru starfi innan skamms. Einnig kom fram að þeir sem eru í beinum samskiptum við viðskiptavini eru líklegri en þeir sem eru í óbeinum samskiptum til að finnast líklegri að þeir séu mögulega hverfa úr starfi. Og vera má að þessa niðurstöðu bendi til þess að það sé aukið álag á þeim sem eru í miklum samskiptum við fólk. Það er það sem við höfum séð í öðrum starfsgreinum. Við spurðum líka sérstaklega út í neikvæð áhrif af kröfum vinnunar og fjölskyldulíf. Og það hefur að sjálfsögðu verið mikið í umræðunni samspil vinnu og einkalífs hér á Íslandi. Og 1 af hverjum 10 svaraði því játandi og sögðust fremur oft, mjög oft eða alltaf upplifa neikvæð áhrif af kröfum vinnunar og fjölskyldulífið. Nú höfum við kannski ekki mikla samanburð í þessu tilviki, en það verður áhugavert að fylgjast með þróuninni næstu árin ef við höldum áfram að gera svipaða könnun sem þessa og sjá svona hvernig hlutinni þróast innan greinarinnar. Neikvæð áhrif voru að meðaltali mest hjá þeim sem voru á miðjum aldri, sem ætti svo kannski ekki koma mikið óvart, 26 og yfir, en minna hjá elsta og yngsta hópnum, enda þar eru þetta félagslegar kröfur mun minni í báðum tilvikum. Þessar niðurstöður eru í takt við svona það sem við sjáum og eins og við horfum á lífskeiðið okkar, þá birtist það þarna. Stóra myndin af þessum svona fyrstu niðurstöðum, stóra myndin við höfum eftir að klára að bera saman kannski betur ánægju spurningarnar og vinnuumhverfis spurningarnar, en það er töluvert undir. Þetta eru 36 spurningar varðandi ánægju og 22 varðandi starfsumhverfið og svo ákveðin þemu þar undir. Þannig að ég held að þetta úrtak sé að gefa okkur alveg ágætismynd af stöðunni. Heilt yfir myndi ég segja það að við sjáum að það er sjaldan og nánast undantekning ef það er einhver munur á körlum og konum. Það er í takt við ánægjukannanir sem að gerðar eru erlendis. Yfirleitt betri útkoma á landsbyggðinni virðist vera, lausráðið starfsfólk yfirleitt virðist vera ánægðara. Íslendingar yfirleitt ánægðari en erlent starfsfólk og munurinn sé minni heldur en ég sjálfur hefði getað jafnvel búist við. Ég verð að viðurkenna það. Á þessum Proctor-skala þá er ferðaþjónustan að koma bara nokkuð vel út, yfir meðalagi. Það er meira einelti og áreitni hjá yngra starfsfólki í ferðaþjónustu, sömu birtingarmyndina sjáum við í könnun sem að gervað fyrir 1,5 ári síðan af Gallup. Það sjáum við að yngri hópurinn upplifir meira af einelti og áreitni heldur en þeir sem eldri eru. Meiri ánægja með samskipti meðal íslenskra starfsmanna, það ætti svo sem ekkert að koma okkur óvart. Þetta er eitt af svona okkar áskorunum, bæði í vinnuvernd og í greininni í heild sinni, að reyna að tryggja að það halli ekki á fólk sem er að erlendum uppruna. Ég held reyndar við séum að gera alveg ágætis hluti, ef við bara skoðum þetta svona grúndýrt. Ánægja var frekar minni í stærri vinnustöðunum, þetta sjáum við svona koma aftur og aftur. Og það virðast vera svona tengslin öðruvísi kannski, það verður meiri samheldni oft í minni fyrirtækjum. Og síðan eigum við þetta bara eftir að halda áfram.
vinna betur úr gögnum, meira. Ég held að svona stóra myndin sé þessi. En lokum, áður en við kannski spjöllum aðeins saman, þá vill ég auðvitað þakka Gunnþóru Ólafsdóttur sérstaklega fyrir samstarfið. Ég ætla að vona að við höfum eftir að vera í góðu þéttu samstarfi áfram. Og Steinþóru Jónsdóttur, samstarfskonu minni fyrrverandi, og síðan ógleymdum Birki Kreditarsinni hjá MMR sem aðstoð okkur við gagnasöfnun. Annars ég bara opinn fyrir spurningum ef einhverjar eru. Takk. Jóhann, hvað það helsta sem að svona kemur þér á óvart ef þú ferð aðeins aftur yfir það? Sko, það sem að virðist vera þegar við skoðum gögnin, það svona alltaf þegar við gerum kannanir, þá viljum við svona, þegar við erum búin að skoða svona bakgrunninn og erlendar rannsóknir, þá bregður okkur stundum í brún sko ef það eitthvað sem að sker alveg í augu. Þá hefur maður áhyggjur af því að við höfum gert eitthvað vitlaust í aðferðafræðinni. En svo virðist ekki vera. Þetta virðist vera alveg ágætis púlja sem við erum með. Það sem að kemur mér á óvart þessi munur á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Það kemur mér á óvart. Það kemur mér líka svolítið óvart varðandi lausrána starfsmenn. Það virðist koma, ef ég hefði átt að giska á það, þá hefði ég haldið það að starfsöryggi myndi kannski vigta meira, en þá leyfi ég mér að spekulir í því hvort að þessi starfsmenn séu kannski bara nokkuð starfsöryggir undanfarin ár, þar sem hefur verið bara mikil vöntun á starfsfólki í greininni. Þannig að þar að leiðandi kannski dregur það úr og leyfir fólki að vera kannski frekar lausað heldur en hitt. Já, einmitt. Það möguleiki. Einmitt. Svo fólk ánægt með launin tiltölulega. Það kemur mér svolítið óvart. Ég veit ekki með ykkur. Já, það auðvitað margir þættir sem að vigta í heildina yfir ánægju. Já. Og við sjáum það bara bæði á þessu og erlendum rannsóknum að starfsumhverfið auðvitað, þetta eru margir þættir. Laun eru bara einn partur af því. Nefnilega. Já, og það hefur auðvitað verið mikil þensla í ferðaþjónustunni líka. Þannig að auðvitað hef ég svo sem ekki verið að rýna mikið launa strúktúrinn, en auðvitað þegar mikið akkord og mikið að gera, þá auðvitað getur vel verið að fólk kannski eigi möguleika á því að ná sér í ansi góð laun, þó að kannski grunninn séu ekki mjög há. Það gæti vigtað þarna inn í. Nefnilega. Og svo kannski ganga þeir sem vinna á landsbyggðinni inn í fleiri störf en þeir sem eru hér. En ég ætla ekki að einoka hérna spurningarnar. Ekki ykkur spurningar sval? Eða á netinu, Halldór? Endilega eru duglega að spyrja, nú tækifæri. Já, byrju. Þú ert að tala í þetta hér. Ég að spá hérna, þú erum búin að gleyma spurninguna, það mikrofón. Nei, hvernig var þessi könnun framkvæmd? Hvernig var spurt og þorir fólk að svara? Er þetta opin könnun eða er þetta undir nöfnum eða nafnlaust? Þetta alltaf nafnlaust. Fyrst var sendt út á 3300 tengiliði og þeir spurðu hvort þeir vildu taka þátt. Í framhaldi svara 514 af þeim tilbúinir til þess að taka þátt og þá eru sendt út á netfeng á fólk nafnlausar slóðir til þess að fólk geti svarað og þannig að það ekkert rekjanlegt sem slíkt. Auðvitað hefur maður alltaf áhyggjur af svona þáttum. Við hjá Vinnueftirlitinu höfum þetta hefur gefist vel hjá okkur. Við gerðum rannsókn á ekki ósvipaðan hátt í fyrra varðandi útkomu fólks úr eftir vinnuslys og fengum mjög góða þáttöku. Við sendum síðan í þessu tilviki tvisvar út svona bréf til þess að ítreka og ýta við fólki. En ég held að sé alveg óhætt að segja það að þegar við förum af stað aftur, ég auðvitað vona að það verði, ef við getum gert þetta reglulega, þá held ég að lykillinn af því að fá fleiri þátttakendur
gæti mögulega verið það að vera kannski fyrir samstarfi við vinnuveitundur. Það kannski eitt sem við getum tekið til okkar. Já, það mætti kannski nefna sko að við gerðum ekki ráð fyrir að stóri vinnustöði geti nýtt sér niðurstöðu könnunar og það var alveg tekið fram. Þannig að við vildum sko fyrirbyggja að það myndi fæla frá að þáttökundum myndi taka þátt. En mögulega fældi það stjórnendur frá. Við þurftum fyrst að fá já frá þeim og síðan voru póstarnir sendir til starfsmanna og þeir þurftu svo að segja já. Og ef að þessi könnun hefði gengið alveg 100% upp, þá hefðu við fengið fleiri 1000 svör sem hefði náttúrulega verið alveg frábært. En fleiri spurningar á sal? Hérna fyrst. Sæl, Íris heiti ég, vinn hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála og hefur verið að skoða þessi mál. Takk fyrir áhugaverða kynningu. Mér hlakka til að sjá skýrsluna þegar hún kemur út. Hvenær kemur hún? Bara næstunni, ég veit, engin þolir svona spurningar. Það er margt áhugavert þannig sem kom fram og ég er algjörlega sammálaður varðandi landsbyggðina versus höfuðborgarsvæðið. Það kemur á óvart að því litlir á túrnum sem tengist ferðaþjónustum, þá er það yfirleitt vandamál að fá starfsmenn út á landsbyggð og þeir eru þar alveg yfirleitt óánægðir. Þetta er svona mótsögn í það sem maður heyrir en já, þetta er áhugavert þannig að greina þetta hvað frekar sko. Sammála. Og mér langaði að forvinnast líka hvaða aðferðafræði þið notuð varðandi starfsánægjukönnunina? Hvað er þetta? Þetta er sem sagt prótókoll eftir, hann heitir Paul Proctor. Paul Spector. Spector, Já, Paul Spector. Já. Og er bara tekið upp eftir hans aðferðafræði frá A til Ö. Já, ok. Bæði listinn Já. sem er sem sagt staðfærður og síðan úrvinnslan. Já, ok. Ég get bætt við þetta aðeins að það eru sko 36 spurningar og hann greinir heildarstarfsánægju. Auk þess greinir hann 7 atriði sem að er búið að sýna sig í vísindasamfélaginu að hafi áhrif á starfsánægju. Eins og laun, samskipti við fólk á vinnustað, stuðningu frá yfirmönnum og svo framvegis og framvegis. Og hann er bakkaður upp með einum 7000 vísindagreinum á netinu. Mér ein svona spurning sem að mér langaði að koma með varðandi sérstaklega erlenda starfsfólki. Var eitthvað svona spurt út í varðandi svona bara félagslegar aðstæður og húsnæði sem var annað sem geti hafa mögulega haft þessi áhrif á mismunum milli landsbyggðar og Reykjavíkur? Nei, það var ekki sem ég get tínt til. Það var allavega ekki þannig að það hefði einhver áhrif ekki sem við sáum í gögnunum. Sko. Þórunn frá Vinnueftirlitinu, ég má vera að hafi farið fram hjá mér í byrjun, þú fórst á hratti og glærurnar allra fyrst, en ég var að velta fyrir með skiptingunni á milli þessara hópa sem eru skilgreindir, fjöldin í hverjum hópum sig og samsetningu innan hópana. Sko. Man rennir grunni að þarna getur verið afar ólíkt fólk undir hverjum hópi. Eru þá í áframhaldandi vinnu að skoða það eitthvað dýpra hvernig mögulega útkoma fyrir einstaklega hópa eða er materiálið of lítið fyrir það? Nei, ég má svara þessu. Ég held að það sé reyndar alveg á liminu. Ég held að það sé nógu stórt til þess. Svona að því gefna að við lesum kannski bara svona út frá því. Gögnin eru þannig að það er hægt að greina ansi margt í þeim. Þetta er svona stóra myndin. Við höfum meira áhuga á því að skoða svona í framhaldinu svona einstaka spurningar til að mynda, einstaka hópa. Þetta er auðvitað vigtað og það vill þannig til að í þessu úrtæki þá er ótrúlega góð dreifing svona með það sem við vitum úr ferðaþjónustunni. Þannig að já, það er svona þó svo að við séum að tala tæplega 900 svör. Þá held ég að dreifingin sé fín og hún býður alveg upp á það að skoða það aðeins nánar. Já, það er einn spurning af netinu. Er það spurt hérna hvort það geti verið að fjölmiðlar stýri of mikið hver ímynd ferðaþjónustunnar og hvernig við komum fram við erlenda starfsmenn? Já, þetta er nú kannski svolítið spurning sem er kannski erfitt að svara svona út frá vinnuverndarsjónarmiði. Ég held aftur á móti að það sé alltaf þannig að við gerum nafnlausar
rannsóknir fyrir ástæðu. Við erum að reyna að fá sem skýrustu myndina af því hvernig líðan fólks og það er ástæða fyrir því. Við reynum að hafa það eins óháð og mögulegt Auðvitað getur vel verið að sjónarmiðin í samfélaginu litist að einhver öðru, en ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur bæði í ferðaþjónustuna og okkur sem að vinnum í vinnuvernd og fleiri sviðum að reyna að tryggja það að við fáum sem gleggstu mynd af því hvernig staðan og horfast auðvitað bara í augu við hana hvort sem hún jákvæð eða neikvæð á eftir því hvernig hlutirnir eru. Til þess auðvitað færust við fram á við verðum að vita hvernig staðan til þess að við getum gripið taumana ef illa að fara og sama skapi vega og lyfta upp því sem vel gert. Ég held að það sé ekki síður mikilvægt að við séum bara raunsæ þegar við erum að tala stöðu ferðaþjónustunnar á Íslandi. Það var hér spurning. Já, sæll, takk fyrir þetta. Bárður Örn heiti ég hjá Svartatindi. Ég reyndar svona að styðja aðeins við þessu umræðum ánægju út á landsbyggðinni af þeim fyrirtæki sem við vinnum með. Þá áberandi hver starfsánægja landsbyggðinni miklu hærri en á höfuðborgarsvæðinu og það reyndar ekki sýnt sig að við höfum ekki getað fengið fólk til þess að flytjast af höfuðborgarsvæðinu út á land. Þannig að þetta eru heimamenn sem eru líklega að fá betri störf, miklu ánægri, miklu minni starfsmannavelta og miklu svona ábyrgari starfsfólks upp til hópa. En spurning til okkar sem erum að vinna með þessum millistóru fyrirtækjum, aðeins svona getur þú gefið okkar eitthvað ráð hvernig við vinnum okkar ánægjukannanir meðal starfsmanna innanhús sem við erum að keyra en erum alltaf svona vandræðum að því að stærðin svo lítil og út af trúnaði og erfiðum spurningum og svona. Eitthvað ráð sem við getum gefið okkur? Já, þegar starfsmannafjöldin orðin mjög lítill, það er náttúrulega mjög erfitt að vera að senda út og fólk hefur svona ákveðna tortryggni, það gerist stundum en svona heilt yfir hefur mér fundist auðvelt að gera kannanir á Íslandi ef við berum okkur bara saman við löndin í kringum okkur. Það svona virðist vera, ég veit ekki alveg hvað útskýra það, meiri áhugi á því að fólk taki þátt í allskyns könnunum bæði innan fyrirtækja og í samfélaginu hér heldur en við sjáum til að mynda á Norðurlöndum eða Bandaríkjunum eða annars staðar. Þannig að ég myndi segja það að menn ættu bara ekki að láta það stoppa sig. Þau ættu bara að reyna að hafa aðferðafræðin eins góða og hægt gera slíka kannanir með fulltrúa starfsmanna með. Ég held að það sé algjört lykilatriði. Þannig að fólk skilji ástæðuna, af hverju verið að gera þetta, á að taka mark á niðurstöðunni, hvernig á að nýta niðurstöðuna, hún okkur öllum í hag eða eitthvað annað sem býr að baki. Þannig svona hægt að tryggja það að þáttakan verið betri. Verður fleiri spurningar? Ekkert fleiri þarna? Já. Takk. Mér langar kannski bara aðeins að koma inn á af því að vera að tala sjálfbæra ferðaþjónustu sem er náttúrulega afar mikilvægt og mér langar að nefna vinnuumhverfið í því samhengi af því að þegar verið að fjalla almennt sjálfbærni þá sjaldnast vinnuumhverfið með í þeirri umræðu. Við hjá Vinnueftirlitinu höfum verið að ræða þetta heilmikið og við erum kynntum núna í marsmánuði niðurstöður könnunar og eftirlitsátaks meðal hótelþarna og það kom nú ýmislegt þróulegt fram, margt jákvætt en líka hlutir sem að betur mega fara, sem að varða mikið hönnun og aðbúnað inni á hótelunum þar sem að verið að þrífa og þar sem eru bara tölvöld erfið störf á ferð og stundum eru starfsmennir í þeirri stöðu að þeir eru bara í þeim störfum og eru kannski allan liðlangan daginn við það að vinna í þeim aðstæðum. Þannig að okkur langar að lyfta þessum upplýsingum og koma betur á framfæri. Það var því miður ekki, þetta var ekki stór kynningafundur en það var mjög góður og góð umræða en við þurfum að koma upplýsingunum víðar út og erum svona huglega það hvernig við höfum að gera það og því að samtali við hagsmunaaðila í greininni bara gríðarlega mikilvægt og að svona það skapist þessi sameiginlegi skilningur og sameiginlegi ávinningur einhvern veginn menn sjáu sama ljósið. Þetta er mjög góð spurning og ef ég kannski svara þessu þá bara ánægilegt að kynna það hér að einmitt þessi könnun hún verður framkvæmd reglulega og hún þáttur í að vakta ákveðin sjálfbærni vísi. Nú hefur verið í undirbúningi hjá ráðuneytinu heil lengi sjálfbærni verkefni þar sem eru skilgreindir einhverju 66 sjálfbærni vísar sem eiga að segja til þróun í ferðaþjónustu
og starfsánægja í ferðarþjónustu einmitt einn af þessu þáttum og við vildum gera þessa könnun einmitt svo djúpa þannig við værum að taka vinnuumhverfið inn í. Það er vel þekkt í fræðasamfélaginu að samspil milli umhverfis og líðan þetta er bara eitt og því sama. Það umhverfið hefur svo mikið áhrif á hvernig okkur líður frá einni mínútu til annar sko. Og það á ekki síst við í vinnuumhverfinu þar sem við eyðum stórum hluta dagsins. Og svo annað í þessu líka að þetta skilgreindur mælikvarði í vegvísi ferðarþjónustunnar sem á að segja til hvernig ferðarþjónustan stendur. Þannig að það er ekki bara verið að skoða hver efnahagslegur ávinningur greinarinnar, það er líka þar verið að meðtaka það og viðurkenna það að hvernig fólki líður sem að vinna við þetta er líka hluti af því sem að segja til hvernig þessi starfsgrein stendur á Íslandi. Langt mál. Heyrðu, hvernig stöndum við tíma? Við eigum ennþá 4 mínútur. Er ekki einhverjar fleiri spurningar? Einhver bæta við þetta? Einhverjar spurningar úr sal? Ég held við slúttum þessu þá bara núna og bara fyrir hönd Ferðamálastofu, Íslenska ferðaklassans, Vinnueftirlitsins, takk ykkur kærlega fyrir komuna. Við erum alls ekkert farin héðan þó við hættum útsendinguna. Og hér er fullt af veitingum sem velkomin að fá ykkur og hér er þá tækifæri til að tala við Jóhann og ræða málin ef þið viljið frekar gera það þannig. Þannig ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vonast til að sjá ykkur á næstu kynningu á Ferðamálastofu. Takk fyrir.